Hvað segirðu? Ætlarðu að láta mig giska á hvaða flík þetta er? Já. Hvað mér dettur bara alls ekkert í hug. Nei, Hérna. nefnilega það. Þetta mér aðeins að þetta augljóslega kragi, háls. Já. Og ég að vona að þetta séu ermar frá Grand Skálmar. Það? Er ég á réttri leið? Já, svona nokkur Gætum við veginn. þurft að færa þáttinn svona fram til 10. Við þurftum að breyta sýningar. Nei, já. Er þetta ermar? Já. Já, þetta er ermar. En þetta hérna í þessari verslun þá er þetta kallað partybuxur. Partybuxur, já. Já. Handverkshópurinn Bolli í Búðardal státar á stórkostlegri verslun í alfara leið. Það voru 20 sveitakonur sem byrjuðu ævintýrið fyrir meira en 20 árum síðan. En í dag eru framleiðendur þess fjölbreyttur hópur fólks sem telur hátt í 60 manns. Stelpur, þið stofnið þennan handverkshóp fyrir þó nokkrum árum síðan. Hvernig kom það til? Ég veit það nú ekki. Já, það var bara, datt þetta í hug? Var þetta ekki bara allt land sem að verið að finna bara eitthvað til þess að skapa sér atvinnu. Ég held það. Það var alveg vakning bara, myndi ég segja, alls staðar, svona upp úr 90. Í verðmæti handverks eða svoleiðis. Og það var handverkið og alls konar grasatínsla og sölvatínsla og ýmislegt sem kom upp á og var talað og þannig var þetta ekki rétt hjá okkur, þetta var bara þannig sko. Og grjót. Já. Úti svona kallar og mögulegt sem að var steinum. verið að reyna að hugsa upp. Nú er hópurinn stofnaður 1994. Þá væntanlega ekki komið svona mikil ferðamannastraumur eins og er núna. En þið hefur samt fundið... En það var samt komið töluverð umferð sem við ætluðum að reyna að grípa. Og upphaflega gerum við það á ættamótum á Laugum. Þið talið alls konar reynt að finna upp, að því að maður sér er svo ofboðslegur fjölbreytileiki í vörunum hjá ykkur. Hvernig náið að hafa þetta svona fjölbreytt? Bara virkja hugmyndaflugið. Það bara kemur sér. Það kemur á sjálfu sér. Erum líka margar. Já, við erum margar. þetta er stór hópur. Já, akkurat. Mjög stór hópur svona miða og búin að vera svo lengi starfandi. Já. Flestir ultu eftir svona 10-15 ár. En við höfum þrjóskast og haldið þessu áfram og gengið bara vel. Fáið þið ekki góð viðbrögð yfir því hversu fjölbreytt þessu búð er? Mjög. Og sem betur fer þá koma margir hér aftur og aftur. Þeir sem koma hérna og keyra hérna og segjast alltaf koma hérna. Það finnst okkur rosalega. Og sumar koma og segja, ég keypti nú svona í fyrra, er til núna eða eitthvað svoleiðis og þetta er bara meira til gaman. Þetta byrjaði nú eiginlega mest í sveitunum sko. Eingöngu. Nánast eingöngu í sveitinni. Og var bara lengi, það var þó nokkuð lengi sem við vorum eingöngu sveitakonur. Og meira svona eldri konur, en núna er þetta bara úr allri sýslunni. Já. Allir í Dalabyggð. Og töluvert af ungum konum. Viðskiptavinirnir, er það Íslendingar, erlendir ferðamenn, heimamenn? Hvorutveggja, allt saman. Aðalega erlendir ferðamenn. Núna, eins og staðan Já, eins og staðan Núna síðustu 2 ár. Já, búið að vera. Þið vinnið sjálfar í búðinni, skiptið vöktum á milli og það er ekkert basl að skipta því, bróðurlega og systurlega á milli? Það er alltaf gengið vel. Það gengið vel. Já. Gengið mjög vel. Við skiptum þessu niður, þetta er allt saman sjálfboðavinna. Skiptum þessu niður svona 3-4 daga yfir sumarið. Og svona, þetta er bara allt í sjálfboðum. Er mikið ungu fólki með ykkur? Já, það er verið að koma núna. Bara ungar konur. Svona 72 ári. Kann alveg ungt fólk að prjóna í dag? Já, ég held að sé voðalega mikið það. Nei, það er nú alveg allir. náttúrulega
Það er alltaf einhverju sem ekki áhugaði að læra prjóna. Það varð alveg vakning í prjónaskap 2008, Já, var það. það er lopanum. Já, bara Já, í allri handavinnu. Maður finnur það hérna þeir eru mikla vinkonur. Já, við erum það. En þetta væri ekki hægt að. Það væri ekki hægt að vera með svona stóran hóp ef þetta væri einhvern... Já, þetta væri ekki bara, hvað ég segja, allir vinir. Ég kveði ykkur þá héðan frá Búðardal, frá handverkshópnum Bolla, í þessum fallega ullaklæðnaði, meðal annars þessum hestavettlingum sem að gefur litla fingurinn alveg lausan. Sé ykkur svo eftir viku.